Góðan daginn, ég heiti Valur, þið heyri vonandi. Ég ætla að tala aðeins um sjálfvirknivæðingu sem einstakt áhugamál mitt. Ef við kíkjum bara á þetta að það sem við ætlum að skoða í dag sem sagt af hverju sjálfvirkni. Við ætlum að tala aðeins um viðhorf starfsmanna til sjálfvirknivæðingar. Við ætlum að fara yfir nokkrar af sjálfvirku lausnunum sem við erum með í kerfinu sem hægt að setja upp hjá ykkur og síðan bara svona annað sem getur sparað tíma og eins tala aðeins um eitthvað sem gæti verið á döfinni ef áhugi í því. Ef við byrjum bara á af hverju sjálfvirkni. Númer 1 náttúrulega tímasparnaður. Að sum verkefni hreinlega bara hægt að vinna áður en fólk mætir í vinnuna. Stórar keyslur eiga ekki að verða þess valdandi að kerfið frjósi eða verið hægt fyrir aðra starfsmenn. Það eru minni líkur á villum. Þegar það engin handavinna það sem hægt að slá inn vittlausa hluti, vittlausa lykladeildir eða hvað sem Ef þetta gert sjálfvirkt þá það alltaf gert eins. Tölvan getur ekki breytt út af ferlinum. Náttúrulega 2 starfsmenn gera sama verkið ekki endilega eins, þannig að þarna verið að tryggja það að hlutirnir eru alltaf gerðir eins. Og síðan náttúrulega það að með því að sjálfvirknivæða ákveðna hluti, þá gefst meiri tími fyrir önnur verkefni sem skila meira virði fyrir fyrirtækið. Og síðasti punkturinn sem ég með betri nýting á vinnuafli. Að þegar þú sjálfvirknivæðir ákveðna hluti, þá hægt að afkasta meiru með sama fjölda starfsmanna. Smá hvernig þetta virkar allt saman. Í grunninn erum við að nota eitthvað sem heitir verkraðir. Verkraðir bara ákveðin virkni innan kerfisins það sem hægt að keyra skýrslur eða annan kóða á fyrirfram skilgreindum tíma. Það hægt að stýra ákveða dögum keyslan keyrð, hvenær á deginum og hvort það sé einu sinni eða oftar og þá hversu langt á milli. Notandinn sem gangsetur keysluna getur verið bæði við hjá vægslausnum eða einhver annar starfsmaður hjá ykkur. Og ég bara hver sem hefur heimild til að gera þetta ákveðna verk. Þetta bara svona dæmi og þá bara ákveðna verkraðir og þær getur verið í bið, tilbúnar eða á villu. Síðan hægt að skoða hversu oft keyslan hefur verið keyrð, nákvæmlega hvenær hún keyrð, hvað hún tók langan tíma, hvort það kom með villuskilaboð og svo framvegis. Þetta náttúrulega ekki alveg fullkomið, því miður. Það kemur fyrir að þetta getur stoppað, þó það sé frekar óalgengt. En þá það eitthvað sem getur gerst. Þannig að þetta ekki alveg þannig að þú bara setur þetta í gang og þurfir aldrei að hugsa þetta aftur. En verkefni fer bara úr því að gera þennan hlut í það gangskuggum að hlutirnir eru að keyra. Og við erum með svona kassa sem hægt að setja á hlutverkin eins og hjá aðalbókurum eða fólki í innheimtunni eða hvernig sem það bara hjá þeim sem það sem kemur svona lítil tilkynning klukka hvenær þetta var keyrt, keyslan var keyrð. Þannig fólk geti þá séð á frekar einfaldan hátt ef það ekki búið að vera að keyra.
En svo við dembum okkur bara í viðhorf starfsmanna. Þegar ég tala sjálfvirknivæðingu, þá þarf að ítreka það oft við starfsmennina að það ekki verið að reyna að losna við þig. Það mjög mikilvægt að starfsmaðurinn sé hafður með í ráðum, að það alls ekki, tilgangurinn ekki að fækka starfsmönnum heldur að ná meira út úr mannauðnum sem hjá fyrirtækinu. Að þetta tækifæri fyrir starfsfólk að vinna bara önnur verkefni sem nýtir hæfileika þeirra betur heldur en eitthvað sem algjörlega heilalaust og bara smellir og eitthvað sem tölva getur gert. Bara smellir og að bíða eftir að tölvan klári. Þú veist, núna þegar ársuppgjörinu búin hjá flestum, þá þau örugglega flest með 10 hluti sem myndi vilja geta gert, sem ykkur langar að gera, sem væri, þú veist, þið hugsið bara, já, það væri nú gott að hafa þetta betra fyrir næsta ár. Og þetta bara spurning að hafa tíma eða mannskap í það. Þú veist, núna tækifærið að taka hérna ákveðna hluti, láta tölvun það, þannig að þið hafi tíma fyrir mikilvægari hluti. Sjálfvirknivæðingu geta fylgt breytingar á verkferlum og það mikilvægt að vera opinn fyrir þessari breytingu því að þú veist, þó að hlutirnir sem gerðir á ákveðinn hátt í dag, þá verður að vera tilbúin að hugsa, ok, er þetta rétta leiðin til að gera þennan hlut? Þú veist, þó þú sést í dag að stemma einhverja tölu við einhvern innlestur og skrifar möppu og prentar út eitthvað fylgiskjal sem segir síðan nákvæmlega ekki neitt. Það rétt að leiðin? Þú veist, það rétt að leiðin? Það að skila ykkur virði eða þetta bara gert svona af því það hefur alltaf verið gert svona? Þú veist, þetta afstemming sem þarf að gera eða sama afstemming gerð af öðrum starfsmanni síðar í ferlinu, þú veist, betri leið? Þú veist, þetta hluti sem þarf að hugsa á, þú veist. Og þetta hluti sem líka bara hægt að vinna í samvinnu við endurskoðendur. Að þeir alltaf að spá í hættu í ferlinu og það þá alltaf fundin einhver leið til að koma í veg fyrir þá hættu. Það bara það sem þarf að gera hér líka. Síðan langaði mér svo sem bara bæta við að þú veist, þróunin náttúrulega stytting, að vinnuvikan alltaf að styttast. Þannig að það minni tími og þá náttúrulega tilvalið að nota þessa hluti til að fá smá tíma tilbaka. En svo við dembum okkur bara í þetta. Að ég ætla þá að byrja á bankasamskiptakerfinu. Það sem hægt að gera að það hægt að lesa inn stöður á bankareikningum og birta á hlutverki bankasamskipta. Þetta þá bara svona kassi og þú getur stillt hvaða reikningar birtast hér og getur látið verkröð sækja á til dæmis hálftíma fresti, klukktíma fresti og þá hefur alltaf stöðuna á bankareikningum inn í kerfinu, up-to-date stöðu. Þetta getur verið gagnlegt, kannski skiptir ekki öllu máli, en síðan erum við líka með innlestur og gengi gjaldmiðla. Aftur eitthvað kannski sem að breytir ekki öllu máli, en getur verið þægilegt að hafa bara inn í kerfinu. Og kannski skiptir ekki miklu máli fyrir sveitarfélag. Eitthvað sem allir ætti að vera með og það innlestur og hreyfingum fyrir afstemmingar. Ef þetta eitthvað sem þú ert að gera handvirkt í dag, þá ættir þú bara að hætta því og láta kerfið að gera þetta sjálft. Þetta hægt að setja upp þannig að þetta gerist bara eins oft eða sjaldan og þú vilt, þannig að þetta getur verið einu sinni í viku á hverjum degi, einu sinni í mánuði, bara whatever. Og þú verður þá bara að spyrja það, þú veist, ef þú ert að gera þetta handvirkt í dag, þá bara af hverju? Af hverju að gera þetta áfram handvirkt? Og síðan það innlestur á ógreiddum reikningum.
Þetta þá birtist á hlutverki bankasamskipta. Þarna færðu þá yfirsýn yfir opna kröfur á sveitarfélagið. Getur séð þú veist hvað á eindaga í dag til dæmis. Út frá þessu hægt að stofna greiðslur og sækja síðan reikninginn í lánardrottnabókhaldið. Einnig hægt að láta uppáskriftakerfið sækja þessar upplýsingar, þannig þegar það er skráður reikningur á ákveðin lánardrottinn og þá getur fengið lista yfir allar opna kröfur frá þeim lánardrottni. Þannig það sparar ákveðin innslátt. Ein spurning sem ég fengi í tengslum við þetta að það er bara hægt að nota eina kennitölu. Sem sagt, það ekki hægt að sækja fyrir bæði bæjarsjóð og hafnarsjóð, ekki ennþá allavega. En það er eitthvað sem við erum samt að skoða. Og hvað þarf fyrir þetta? Það þarf að vera með búnaðarskilríki uppsett á server hjá okkur. Búnaðarskilríki sambærilegt og kortaskilríkin nema þetta er bara sett upp beint á tölvuna. Bæði hægt að setja það bæði upp hjá notendum og síðan á servera sem þurfa að nota skilríkin til að auðkenna sig. Og einnig þarf að vera til svokallega B2B aðgangur í bankan. Það er eitthvað sem flestir eru með þó þeir viti kannski ekki af því og kostar ekkert aukalega, en þetta er bara eitthvað sem þarf að vera uppsett. Næsta kerfið, innheimtukerfið. Það er hægt að láta kerfið stofna kröfur sjálfkrafa þegar reikningur er bókaður. Þetta er hægt að stilla mismunandi eftir innheimtuaðilum, þannig þetta þarf ekkert að vera allt eða ekkert. Það er hægt að byrja á ákveðnum reikningu sem verður kannski auðveldari og bæta síðan bara við eftir þörfum. Og alveg hægt að hafa ákveðna hluti bara handvirkt áfram ef það er það sem fólk vill. Þannig þetta þarf ekkert að vera allt eða ekkert. Til þess að þetta virki almennilega að þá þarf að vera búið að setja upp greiðsluskilmála rétt. Þannig að þá sé búið að skilgreina fyrir viðskiptareikninga, ok, þessi viðskiptareikningu þá á einn daginn að vera 15 dögum eftir gjalddaga og svo framvegis. Það er líka hægt að láta kerfið senda kröfurnar sjálfkrafa í banka. Þannig að það er ákveðin tími sem fer í það að senda kröfurnar og sum bíða eftir svarið og lesa inn svarið, en það er ekkert eitthvað sem þið þurfið að gera. Þið getið alveg látið tölvuna að gera bara það. Og það er þá hægt að stilla bara að það gerist til dæmis bara í hádeginu og síðan eftir vinnu, þannig að þetta sé ekki endilega trufla einhverja keyslur sem þið eru að gera. Þannig ýmislegt í boði þar. Nýjasta viðbótin í innheimtukerfinu er sjálfvirkur innlestur og bókun á greiddum kröfum. Og þetta er hreinlega eitthvað sem mér finnst að bara öll sveitarfélag ættu að vera að nota og innleiða hjá sér. Nú þegar það virkar þetta þannig að það er hægt að láta lesa inn alla virkadaga, en við erum að leggja lokahönd á virkni þannig að það sé tekið tillit til frídaga í þessum innlestri. Þeir sem hafa verið að lesa inn, þeir vita að þú ert ekki að lesa inn daginn eftir frídaginn, þá lestu ekki frídaginn. Heldur gerum við það daginn eftir. Og við erum bara að tvíka þetta aðeins þannig að það sé tekið tillit til þess. Og náttúrulega kostur við þetta er að í staðinn fyrir að innheimtufulltrúinn, það fyrsta sem hann gerir er að byrja að setja þennan innlestur í gang og jafnvel á dögum þar sem að eru margar greiðslur, að þá sé kerfið hreinlega bara að stoppa á meðan fyrir alla aðra. Þannig að það er hægt að setja þetta bara í gang til dæmis 6 á morgnana, þannig að þetta sé bara búið þegar fólk mætir. Þannig að þetta er klárlega eitthvað sem að allir ættu hreinlega að skoða. Og hvað þarf fyrir þetta?
Það þarf að vera rétt uppsettur greiðsluskilmálar fyrir sjálfvirka stofnun á kröfum. En annars er þetta bara spurning búnaðarskilríki á servernum til að hægt sé að auðkenna serverinn við bankann. Og síðan er þetta bara uppsetning og síðan mun þetta bara rúlla. Í rafrænum reikningum þá er alveg hægt að láta suma hluti gerast bara sjálfkrafa. Það er hægt að setja upp verkröð til annars vegar sækja skeyti sjálfkrafa frá skeytamiðlara og eins til að senda skeyti. Þetta eru kannski ekki hlutir sem taka sérstaklega mikinn tíma en engu síður eru þetta hlutir sem eru að taka tíma og þið þurfið ekki að vera að gera sjálf. Þannig þið getur bara látið kerfið að gera þetta fyrir ykkur og litið á þetta þegar ykkur hentar. Annað sem er síðan væntanlegt, sem er hreinlega bara hugmynd sem kom fram nýlega og vörustjórinn var til í, er að þessi valmöguleiki að ef reikningar eru hreinlega bara tilbúnir þegar þeir eru lesnir inn, ef það er ekkert sem þarf að gera meira en að senda það yfir, þá getur kerfið bara sett á sjálfvirkt í uppáskrift. Og þetta er eitthvað sem getur þá flýtt talsvert fyrir því að reikningar fari í uppáskrift. Og það þyrfti í raun bara uppsetningu á þessu. Það þarf ekkert meira fyrir þetta. Aðra svona tengdar lausnir sem ég langaði að segja ykkur frá, GLN-kennitölur eru sem sagt kennitölur sem er hægt að fá fyrir allar stofnanir hjá sveitarfélaginu. Þeim lista er síðan hægt að koma áfram allar byrgja og þá væntanlega á sama tíma og þessi krafist að þeir sendi ykkur rafræna reikninga. Og í staðinn fyrir að lánadrottnarnir séu með einhverja heima tilbúna tilvísun sem tengist ákveðna stofnun, að þá eru þeir alltaf að senda þá þessa GLN-kennitölu. Sem þýðir að þá er bara það þarf bara að vera til ein bókunarstýring sem segir alltaf þegar kemur þessi GLN-kennitala, það þýðir þessi stofnun sem þýðir þessi uppáskrifandi. Þannig að það eru þá minni vinna við að búa til bókunarstýringar og hlutirnir ætti að flæða talsvert betur. Það fylgir þessu einhver kostnaður, ég er ekki alveg með á hreinu hversu mikill hann er, en þetta er eitthvað sem sveitarfélög eru farin að skoða. Hitt er Wise Capture sem er lausn sem breytir PDF-reikningum í RSM-reikninga. Það virkar það bara þannig að reikningurinn er sendur á ákveðið netfang. Það er gervigreind sem er notuð til að greina hvaða upplýsingar á reikningnum eru nauðsynlegar. En það er síðan eitthvað sem notandi getur yfirfærið seinna meir. En þessi reikningar koma þá inn sem RSM-reikningar með viðhengi af upprunalega reikningnum og spara þarna ákveðinn innslatt. Þessu fylgir einhver kostnaður per reikning, en það er engar stórkostlegar upphæðir og svo sem á Íslandi er ekkert það mikið af þessum PDF-reikningum. En þetta getur samt verið tímasparnaður fólkin í þessu. En síðan svo sem bara þessu tengt, þá langaði mig bara svona að koma því á framfæri að ef þið eru nú ekki þegar með plan hvenar allir reikningar eiga að koma í gegnum RSM, að þá þetta tíminn til þess að ríkið og mörg sveitarfélög eru hreinlega farin að neita að taka á móti pappírum með réttri uppsetningu á bókunarstýringum, þá er þetta svo mikil tímasparnaður. Ef reikningur kemur mánuð eftir mánuð, þá átti ekki að þurfa að búa til stýringu aftur og aftur. Þetta er spurning að búa til réttu bókunarstýringarnar, þannig að það spari ykkur vinnu. Það er náttúrulega sömu reikningar þar sem það hreinlega bara borgar sig ekki að búa til bókunarstýringu út af þeir eru bara svona innskiptis og það er allt í lagi. En það er mikilvægt að vanda til verka við bókunarstýringar svo það séu skilverkar. Því annað er bara tímasón. En
nú þessi lausn rafræna reikninga búin að vera í gangi svo lengi og það er ekkert sem ætti að stoppa stór, meðalstór og jafnvel bara pínulítil fyrirtæki í að senda rafræna reikninga. Það er fljótlegra fyrir alla og já, það eru hreinlega bara engin rök á móti því. Fleiri hlutir sem er hægt að láta kerfið gera fyrir ykkur. Í uppáskriftinni, það er skýrsla þar til að senda áminningu og uppáskrifendur. Það er klárlega hægt að sjálfvirknivæða það. Í sveitagáttinni, það er hægt að setja upp umsóknir í sveitagáttinni og það er hægt að láta kerfið afgreiða þær og bóka umsóknirnar sjálfkrafa. Í fjárhagsáætlanakerfinu undir fjárhagsgreining og samanburður þá er hægt að setja upp samantektir sem gilda þannig hvort bara fyrir þig eða þá fyrir alla og það er hægt að setja upp sjálfvirka uppfærslu á þeim samantektum þannig að gögnin séu alltaf up to date. Þið munið kannski eftir korta uppgjörskerfinu sem að þó nokkur sveitarfélög er að fara að setja upp hjá sér. Að þegar búið er að keyra það nokkru sinnum og þá er klárlega hægt að fara í sjálfvirknivæðingu þar að sjálfvirknivæða innlesturinn og bókunina á uppgjörunum. Og lokum sendara að innlesturinn á þeim færslum er nú þegar sjálfvirkur en það er í raun ekkert því til fyrirstöðu að sjálfvirknivæða bókunina líka. Bókunina á sölunni. En síðan snýst þetta svo sem ekkert mér langaði bara sjálfvirknivæðingu, ég ætlaði líka bara að segja ykkur frá svona lausnum sem að henta, já, hvernig er best að orða þetta? Lausnir, það sem að mannshöndin þarf ekki að koma nálægt, það sem starfsmaðurinn þarf ekki að koma nálægt vinnslunni. Og við erum til dæmis nýbúin að þróa þessa kortalausnir í síma sem eru til dæmis notuð fyrir sundkort. Þar sem að viðskiptavinurinn kaupir kortið, það er lesið sjálfkrafa inn í Navision og bókað á réttan stað, allt án þess að starfsmaðurinn komi nálægt í. Við erum með veflausnir, til dæmis umsóknum matjurtagarða sem var sett upp hjá einu sveitarfélagi og er að fara hjá öðru. Þar sem að fólk getur bara séð kort á svæðinu, valið garð, borgað, umsóknin fyrir inn, bókast, allt afgreitt, enginn kemur nálægt í nema sá sem sótt garðinn. Við erum komið með skráningavef fyrir félagsmiðstöðvar, þar sem að allt flæðir sjálfkrafa, krakkarnir geta sótt einhverja ferðir eða viðburði og foreldrarnir borga fyrir það. Allt bókast rétt inn í kerfið, án þess að starfsmaður í bókhaldinu þurfi eitthvað að koma nálægt í. Annað sem ég langaði að tala er bara svona framtíðarlausnir. Og varðandi framtíðarlausnir þá viljum við alveg endilega heyra frá ykkur hvað myndi henta fyrir ykkur, hvað langar ykkur í. Það sem mér var búið að detta í hug er eitthvað sem ég kalla gerðu það fyrir mig og getur virkað fyrir til dæmis hluti eins og fasteignagjöldin, þeir sem þekkja fasteignagjöldin. Og það ferli, þetta er niðurnelt ferli en þegar maður hugsa virkilega út í það að þá er það eina sem þú ert að gera er að þú velur ákveðið tímabil og síðan ertu bara að smella hér og þar en eina inputið frá notandanum er að velja tímabilið. Þannig af hverju í staðinn fyrir að þetta séu smellir hér, þú sækir þetta, þú bókar þessa bók, þú gjaldfellir á viðskiptamæðin, þú bókar það, þú gjaldfellir á rekstur, bókar það, þú stofnar kröfur, sendir það í bankan, bla bla bla. Af hverju er þetta ekki bara eitt smellur? Af hverju getur ekki bara velur bara tímabilið, smellar á, gerði þetta fyrir mig
kerfið rúllar í gegnum allt ferlið. Ef það stoppar einhvers staðar, þá bara lætur það vita og starfsmaðurinn getur bara þá gripið inn í frá þeim tímapunkti. Ég hugsaði þetta líka fyrir innra verkbókhaldið því það er svona sambarlegt að þetta eru bara, þú velur bara tímabilið og síðan er þetta bara spurning um einhverja smelli. Þannig að spurningin er í raun bara þessi, hvað getum við gert til að einfalda ykkur lífið? Þannig að þetta er eitthvað sem þið með endilega hugsa og láta okkur vita. En meira var ég ekki með í dag, en við viljum endilega heyra frá okkur ef það eru einhverjar spurningar eða einhverjar hugmyndir sjálfvirknivæðingu. Þá erum við alveg mjög opin fyrir því. En við svo sem erum að klára tíman í dag, þannig ef það er einhver spurningar, þá ætla ég bara að minna á að síðasta kynningin í vor verður núna 18. maí og við munum senda smá kynningu hana fljótlega, hvað verður á dagskrá þar. En eru einhverjar spurningar? Eitthvað sem ykkur langar að skjóta á okkur? En ef ekki, þá bara segi ég takk fyrir í dag og Sömuleiðis. bendi ykkur á að senda á sveit@wise.is alla fyrirspurnir og spurningar. Við rettum öllu sem þið þurfið. Það er bara þannig. Takk sömuleiðis. Bara í dag.